Guðlaug María Sigurðardóttir, þú deildarstjóri hér á ljósmæðravættinni á HSS. Það passar. Hvernig út á hvað gengur starfið hérna í grófum dráttum? Það gengur raunverulega út á að sinna konum í barneignarferlinu og fjölskyldum, svona stórt og smátt. Og við sinnum jafnvel eftir fæðingu líka, fyrir eftir ef það komið upp einhver vandamál eins og með nýburan eða móður svona fyrstu vikurnar eftir fæðingu, þá leitar alltaf til okkar fyrst. Og þið eru með undirbúningsferlið og aðdragandann að fæðingunni á ykkar könnu líka, ekki það? Við erum með alla mæðraverndina frá því að byrja að koma og náttúrulega fæðingarnar og sængulög. Það er enda með fáa konur sem liggja sængulög í dag að fara flestar í heimaþjónustu. Já, þetta af sem áður var. Það er ekki konurnar liggja ekki inni í dögum saman eftir fæðingu. Það er mjög sjaldan sem að við höfum konur í sængulögu. Það vilja flestir komast heim í sitt umhverfi og sinna barninu heima hjá sér í staðinn fyrir að liggja eiginlega svolítið flatur hérna og geta lítið að hreyft sig. Og hefur það aukið á verkefni ljósmæðra að sinna þessu í heimahúsum? Sko, það er allt annað. Það er ekki hluti af starfseminni hérna. Heldur er það ljósmæður sem er með samning við Tryggingastofnun sem að reyndar vinna hér og mörgum öðrum stöðum. Þær sinna þessu fyrir utan starfsprósentuna sem þær eru í á HSS og öðrum heilbrigðisstofnunum. En hvað eru svona margar starfandi hérna á deildinni? Við erum með 10 ljósmæður í mismikilli prósentu. Og hefur það verið svona haldist í gegnum tíðina? Já, við höfum verið að rokka kannski 8 til 10 en aftur í mismikilli prósentu. Hvernig með barneignir? Hefur þeim fjölgað hérna? Nú hefur verið mikil fjölgun íbúa á Suðurnesjum, helst fæðingartalan í takt við það? Sko, við erum með svona 100 pluss mínus á ári. Þetta minnkaði rosalega mikið hjá okkur eftir að skurðstofan lokaði kringum 2010-11 og þá fórum við niður í þessa tölu 100-120 og við höfum verið að hanga þar svona allflest árin en fæðingartíðni fer lækkandi á landsvísu og við erum engin undantekning þó að sé sko fleiri íbúar hérna að þá eru margir sem að velja að fæða annars staðar, velja að fæða til dæmis á Landspítalanum eða upp á Skaga. Og líka ef að hérna fæða bara það sem við kallum græna konur sem eru fullkomlega hraustar heilbrigðar með heilbrigða meðgöngu, vænta heilbrigða fæðingu með væntan heilbrigða nýbura. Ef að við greinum eitthvað á meðgöngu þá ráðleggjum alltaf konum að fæða þar sem er hærra þjónustustiga því að við erum það sem heitir D1 fæðingarstaður sem er ljósmæðrastýrð eining og við erum ekki með fæðingarlækna á baku okkur. Þannig að það er svona, ef að segja tvísýnar fæðingar þá kjósa konur eðlilega og þeir vísið þeim að annað. Við vísum alltaf að það er svona minnsti grunur að eitthvað sé öðruvísi en það gæti verið best, þá vísum alltaf konum á fæðingarstað með hærra þjónustustig. Guðlaug, svona þegar að fæðing gengur eðlilega fyrir sig, hvernig er ferlið? Hvað er eðlileg fæðing? Eðlileg fæðing er þegar konan fer sjálf á stað og útvíkun hefst án inngripa og konan klárar fæðinguna án inngripa og barnið kemur hraust í heiminn. Svona í mjög stuttu máli. Það er ekki flókið? Ekkert sérstaklega, þegar maður segir það. En ýmislegt getur komið upp á í öllu þessu ferli. Og að því við töluðum nú hérna áðan með aðgengi að læknum, fæðingarlæknum og slíku. Hvernig bregðist þið við ef eitthvað óvænt kemur upp á í fæðingu á ljósmæðravakt? Það vill þannig til að hlutir gerast yfirleitt þar einhver aðdragandi og við erum bara mjög vel þjálfaðar í því að svona spotta ef það er eitthvað svona aðeins að sveigja út af norminu og ef okkur finnst ástæða til og við leyfum yfirleitt konur og barnir að njóta vafans í þeim tilfellum þá flytjum við konur á Landspítalann sem er okkar svona þjónustu sjúkrahús í rauninni
Já. Og það gengur hratt og vel fyrir sig? Það gengur alltaf hratt og við höfum, þegar við köllum í sjúkrabíl þá eru þeir komnir bara innan 10 mínútna og það fer náttúrulega eftir hvað við segjum að það sé brátt en þetta gengur hratt og vel fyrir sig, já. En hérna erum við nú stödd í fæðingarstofu og við fæðingarlaugina. Er þetta ekki vinsælasti staðurinn á deildinni? Þetta er allavega staður sem að mörgum fyrst voru ljúft að nýta sér, sko. Og við erum með, sirka helmingurinn okkar fæðingum hafa verið vatnsfæðingar. Stundum hafa konur líka hugmyndum að þeir langar að fæða í vatni og svo finnst þeim þetta ekkert sérstakt þegar að koma í vatnið. Og allt þar í milli, en maður má skipta um skoðun. Já, það er leyfilegt. Það er svo sannarlega leyfilegt, já. Hver myndir þú segja væri kosturinn við það að fæða svona í vatni? Þetta er svo mikið verkjastýrling af því að hitinn hjálpa konunum að takast á við verkina og svo er þetta sennilega og ljúft fyrir litla krílið að koma út úr 37 stiga hita í 37 stiga hita og fara svo í fangi á mömmu sinni. Já, það er ekki sama áfallið og... Við höldum ekki. Það ætti nú ekki að væsa neinninn á stofu sem þessari? Ég held ekki, sko. Þetta virkar voðalega svona þægilegt umhverfi og afslappandi. Ég held að fólki finnist almennt bara voða notalegt að vera hérna og fólk er hérna kannski svona fyrsta sólarhringinn eftir fæðingu að það er að drífa sig heim og þá er bara gott að slaka á og láta einhvern gefa sér að borða og aðeins að kynnast litla krílinu áður en bara alveg að lífsins byrja. Og já, eins og þú segir, hérna eru foreldrarnir með litla barninu og svona kynnast í fyrstu klukkustundirnar. Já, það er sko af sem áður var hérna í gamla daga þegar börnin voru tekið fram. Það er nánast, það er algjör undantekningatilfelli. Yfirleitt eru konur bara með börnin sín strax, kynnast þeim strax. Já. En svo kemur fólk heim með barnið og venjulegur dagur hefst og lífsins gangur. Nákvæmlega og öll hinn börnin taka á móti eftir aðstæðum. Þá fá þær heima þjónustu ljósmæður. Það eru ljósmæður sem eru vinna alla sjálfstætt og það eru á samningu í Tryggingastofnun. Og það er oft ljósmæður sem eru búin að vera í mæðravernd. Við reynum að halda því þannig hérna að það er ljósmæður sem er búin að vera með þær í mæðravernd sem tekur þær heima þjónustu eða fæðingarljósmæðurinn sem tekur þær heima þjónustu. Þannig að yfirleitt er þetta einhver sem það er að hitta áður. Já, það er ekki alltaf bláókunnu manneski sem kemur. Sjaldnast. Og það hlýtur að veita ákveðu öryggi. Já, við reynum að hafa samfelli í þjónustunni eins og við getum með mæðraverndina, fæðinguna og sængurleguna. Og við erum til dæmis að bjóða upp á nálastungur inn á kvöldin og það er líka bæði til þess að fá nálastungu við alls konar kvillum og undirbúningsnálar og slíkt, en líka kannski til þess að kynnast öðrum ljósmæðurum heldur en bara þinni í mæðravernd. Þannig að þegar þú kemur svo inn í fæðingu, þá er mikla líkur og þá er hitt ljósmæðurinn að minnsta kosti einu sinni sem að kemur til með að sinna þér í fæðingunni. Guðlaug, við erum hérna á sónarstofunni á ljósmæðravaktinni. Segðu mér, til hvers notið þið þetta tæki? Við notum þetta í 20 vikna greiningarsónar og það eru ljósmæður sem að vinna á Landspítalanum, á fósturgreiningadeild á Landspítalanum sem koma á 2 vikna fresti og taka 20 vikna sónarinn hjá okkur. Það er almennt í boði 2 fósturgreiningar á meðgöngu, 12 vikna sónar og 20 vikna, en við höfum ekki tök að taka 12 vikna sónarinn hérna sem stendur, en við erum með 20 vikna sónar, allavega þessa 2 daga í mánuði. Er þá annar tækjabúnaður eða er það bara... Já, það er blóðpröfa sem er tekin líka og aðeins önnur nálgun og þess vegna höfum við ekki, og svo höfum við bara þessa 2 daga í mánuði, þannig að við höfum valið að taka 20 vikna sónar, þar sem er aðalgreining fósturgalla. Og hverju er að skima eftir í 20 vikna sónar? Í 20 vikna sónar er bara farið frá toppi til táar í gegnum krílið, öll líffærakerfi skoðuð. Þannig að þetta er bara aðalgreiningin, eða sem sé aðalgreining fósturgalla á meðgöngunni. Guðlaug, það er nú ýmislegt sem að þið sinnið, ekki bara fæðingar og mæðravernd og það eru önnur verkefni sem að ljósmæður taka að sér. Við sinnum bara allri þjónustu við barnshafandi konur og það er með göngudeild á þjónustunni, þannig að ef eitthvað er á meðgöngu sem það er sérstaklega skoðuna við, þá koma þær alltaf til okkar.
og það býsna mikið rennir í því. Eins erum við með alls konar símaráðgjöf og þjónustu, við erum með fræðslu og svo erum við með nema. Og þið erum með nema, já. Alltaf með ljósmæður nema nánast, alla veturinn. HSS einmitt menntastofnun og sinnir þessu hlutverki. Miklu, já, og það mikil ásókn ljósmæðurnemum fyrst alveg fengur ég að koma hingað vegna þess að þetta ein af 2 ljósmæðurstýrum einingum á landinu, á heilbrigðisstofnunum og við erum með allt ferli hérna, við erum með meðgönguna, við erum með fæðinguna, við erum með sængurleguna og allt sem rúmast inn í þessum pakka sem svo mikið og það svo gott að koma hérna því þú fær svo margt á stuttum tíma. Þessu splittað upp gjarnan á öðrum heilbrigðisstofnunum? Já, eins og ef við tökum svona stóra stofnun eins og Landspítalann fyrir, þá ertu annarkvort í fæðingunum, þú ert í sængurlegunni eða þú ert í áhættumæðravernd. Þú ert ekki, það ekki þetta flæði eins og við erum með hér. Hérna þetta bara ein stór fjölskylda? Þetta bara ein stór fjölskylda og allir taka þátt í öllum. Á sinna öllum verkum og þú ert jafn fígur á allt. Þið sinnið fleiri rannsóknum hérna, ekki satt? Jú, svo erum við með krabbameinsskoðanir. Þannig að allar konur á þessu svæði, já, raunverulega sama hvar það búa, þeir geta komið hérna og tekið krabbameinspróf frá leghálsi og þar erum við með tíma einu sinni í viku, alltaf á þriðjudagskvöldum og það vefbókanlegt en skiptir bara miklu máli að konur séu búnar að fá boðsbréf áður að bóka sig. Þannig að það ekki konur sem eru að gangi gegnum barneignir, þetta bara allar konur? Það bara konur frá 20 og fram að 64 ára. Og þetta mikið og vel notað? Já, þetta býsna vel nýtt. Býsna vel nýtt. Konur meðvitaðar þetta? Já, ég myndi segja það.